Jæja, góðan daginn og fyrir hönd Rikk vil ég bjóða okkur velkomin á 5. og jafnframt síðasta hádegisfyrirlestur þessa haustmisseris 2021. Ég heiti Gústaf og verð fundarstjóri í dag. Ég doktorsnemi í heimspeki. Fyrirlestur dagsins, fyrirlesari dagsins Guðrún Steinþórsdóttir. Guðrún með doktorsgráðu í íslenskum bókmenntum. Hún sjálfstætt starfandi fræðimaður og stundakennari við Háskóla Íslands og annar aðalritstjóra ritsins tímarits Hugvísindastofnunar. Nýlega sendi hún frá sér bókina Raunveruleiki hugans ævintýri valdarsögur Vigdísar Grímsdóttur, einkenni þeirra og viðtökur. En úr henni efni fyrirlestursins fengið. Í erindinu verður fjallað þátt lesandans í að skapa skáldskapinn sem hann les með hliðsjón af viðtökurannsóknum á völdum verkum Vigdísar Grímsdóttur. Meðal annars verður rætt hvernig lesendur nýta sér ímyndunaraflið þegar þeir fylla inn í eyður verkanna sem þeir lesa og búa sér til bakgrunnssögur persónur. Þá verður skoðað hvaða tilfinningar kunna vakna við lesturinn, hvort lesendur hafi samlíðan með persónum og eins hvernig þeim gengur að ferðast inn í skáldaða heima Vigdísar. Og þá ekki bara bíða, annað en að bíða á, já, þá ekki búin að bíða, sem það ekki. Ég bara, já, bara Guðrún, gjörðu svo vel. Nú áhugavert að heyra, hvað það gerast. Takk fyrir. Góðan daginn öllsömmul og gaman að sjá ykkur hér í dag. Býtum við, já. Eins og kom fram í kynningu, þá ég nýbúin að senda frá mér þessa bók, Raunveruleiki hugans ævintýri, sem fjallar valdarsögur Vigdísar, einkenni þeirra og viðtökur. Og þetta verk dálítið óvenjulegt fyrir það sakir að þannig tefli ég saman bókmenntagreiningum á sögum Vigdísar og rannsóknum á viðtökum verkannar. En ég ætla að byrja að segja ykkur bara í örstuttu máli frá efnistökum bókarinnar. Hún skiptist í 3 hluta, heimapersóna, ferðalag lesandans og sviðsetts höfundar. Og í fyrsta hluta þá ég að finna greiningu á 4 sögum Vigdísar, þar sem ég skoða meðal annars hvernig persónur takast á við sársauka, útskúfun og ýmsa erfiðleika með því að notast við ímyndunaraflið og skapa sér nýja heima, þar sem að sjálfar ráða ríkjum. Og þarna ég meðal annars að fjalla ítarlega sársauka, samlíðan, ímynda vini, sjálfsblekkingu, vald og valdaleysi og sorg og missi, en kem líka inn á ýmsar tegundir ofbeldis og afleiðingar þess. Í öðrum hluta ég grein fyrir 4 lesendarannsóknum, en á eftir ætla ég að segja ykkur aðeins frá þeim og segja ykkur frá viðtökum, frá helstu niðurstöðum einnar þeirra. Þriðji hluti síðan helgar henni kyngjumögnuðu bók Dísusögu sem byggir á ævi Vigdísar, en í bókinni notar hún skáldskapinn til að segja frá eigin reynslu. Og með hliðsjón af sögunni ræði ég meðal annars erfiðleika við að vera kona í karllægum bókmenntaheimi og fjalla kynferðislegt ofbeldi og afleiðingar þess. Hérna á þessari glæru þá getið þið séð söguna sem ég vann aðalega með í bókinni. Þrenningin þríleikur sem spannar bækunar frá ljósi til ljós, hjartatungl og blái fuglar og þegar stjarnar hrapar. Svo var ég með Stúlkuna í skóginum, Dísusögu og Þögnina. En þótt þessar bækur séu svona í brennidepli, hjá mér þá vísa ég samt í allar bækur Vigdísar í bókinni, eða allar þeirra. En að ferðalagi lesandans og skálduðum heimum Vigdísar Grímsdóttur, sem megin viðfangsefni mitt hér í dag. Titill þessa erindis fenginn úr Setu ástarsögu, en þar segir persónan Seta þessi orð: án ímyndunar minnar kæmist ég ekkert. Og eins og þið sjáu hérna á myndinni búið að snara þeim yfir á ensku og þau prýddu tíma vegg í Leifsstöð. Og þar tók ég þessa mynd, en þau eru reyndar því miður búið að taka þetta niður núna, held ég. En þessi orð, án ímyndunar minnar kæmist ég ekkert, geta leitt þanga okkar að eigin lestarreynslu, því þegar við lesum skáldskap þurfum við sífellt að fylla inn í eyður textans með ímyndunaraflinu, þótt höfundar skapi vissar aðstæður og tilteknar persónur með orðum. Höfundar geta þetta ekki lýst öllu til hlítar, til dæmis óvanalegt að þeir eyði púðri í að segja okkur frá því að persónur séu með hendur og fætur,
Þeir ganga frekar út frá því að við sem lesendur notum þekkingu okkar og reynslu, fyllum í eyðunar og getum okkur sjálf til að persónur hafi þessa líkamshluta. Ef persónur væru til dæmis handalausar er líklegt að okkur yrði sagt það. En eyður eru alltaf í skáldskap þótt þær geti verið misstórar og þess vegna er alltaf gert ráð fyrir að við sem lesendur notum ímyndunaraflið til þess að fylla inn í þær. Eða með orðum rithöfundarins Antons Tjekhov að lesendur bæti við þeim huglægu einingum sem vantar í söguna. Ímyndunaraflið er þó ekki það eina sem skiptir máli í slíkum eyðufyllingum því hvernig fólk upplifir texta markast líka af reynslu þess, persónleika, gildum, væntingum og menningu. Og í ljósi þess að lesendur hafa mismunandi þekking og bakgrunn er líklegt að þeir upplifi texta á misjafnan máta. Sumir kunna til að mynda að velta fyrir sér hvernig söguþráðurinn komi til með að þróast og hver verði afdrif persóna á meðan aðrir bera kannski saman reynslu sín og minningar við það sem þeir lesa. Fyrir vikið geta lesendur dregið ólíkar ályktanir af textanum, veitt mismunandi atriðum athygli og muna misvel eftir ólíkum þáttum sögunar að lestri loknu. Tengsl við persónur geta líka verið með ýmsu móti á meðan að sumir kunna fyrirlíta til þennan persónu geta aðri dýrkana dáð. Og svona ágætt dæmi það í íslensku samhengi er ólík afstaða fólks til bjarts í sumarhúsum sem menn virðast ýmist elska eða hata. En við lestur gleyma lesendur stundum stað og stund og sökkva sér svo rækilega ofan í skáldskapinn sem þeir lesa að þeim finnst hinn skáldaheimur vera raunverulegur og persónur sem þar lifa alvöru fólk. Svo það kemur varla óvart að lestra reynslu hafi verið líkt við þykistuleik. Lesendur vita auðvitað að skáldar persónur og söguheimar er ekki til í raun og veru, en kjósa þó jafnan að nota ímyndunaraflið og láta sem svo sé. Og í þess átta tilvikum upplifa lesendur oft tilflutning í annan heim. Tilflutningur er ákveðið hugarstarf sem felst meðal annars í að lesandinn noti ímyndunaraflið til að sjá fyrir sér myndir við lesturinn. Og í slíku ferli finnst lesendum þeir ekki aðeins horfa á skáldaheiminn úr fjarlægð, heldur fá þeir einnig á tilfinninguna að þeir séu sjálfir staddir í söguheiminum og upplifi það sem þar gerist eins og í raunverulega heimi. Stundum gengur ferðalagið inn í heim skáldskaparins vel, eins og við sjáum að þessari mynd af vinkonu okkar Lísu í Undralandi, en stundum gengur það illa, eins og hér. Þetta þekkjum við því miður líklega öll, sem að bækur ná okkur bara alls ekki, við komumst ekki inn í þær. Það er eins og að séu of miklar hindranir á leiðinni. En þegar tilflutningur heppnast, sem er best í heimi, þá hafa persónur, hegðun þeirra og líðan gjarnan mikil áhrif á tilfinningar okkar. Og það ætti því ekki að koma á óvart að samsömun með persónum sé oft nefnd í sömu mund og tilflutningur. Samsömun felur í sér að lesandi setur sig í spor persónu, tekur sér sjónarhorn hennar og finnur til samlíðunar með henni. Í ljósi þess hve stórt hlutverk ímyndunar lesenda leika í að glæða texta lífi kemur ekki óvart að margir telja að skáldskapur sé ávallt samvinnusmíð rithöfundar og lesenda. Eða eins og sálfræðingurinn og rithöfundurinn Keith Oatley orðar það svo fallega: höfundurinn leggur til tiltekin tæki eða röð vísbendinga, lesandinn sér smíðina, ræsir ímyndaða drauminn og kemur honum á flug. Þessi afstaða felur í sér að gerður er greinamunur á texta á blaði og frásögninni sem verður til í kolli einstaklings við lesturinn. Oatley segir að áhrif skáldskapar séu fyrst og fremst tilfinningalegs eðlis, en hann nefnir að tilfinningana vakni þegar lesendur setji saman sína útgáfu af sögunni sem þeir lesa. Slíkt hugarstarf fer ekki endilega aðeins fram meðan á lestri stendur, heldur getur einnig átt sér stað eftir honum líkur. Margir kannast enda við að eiga erfitt með að segja skilið við persónur og söguheim þeirra og eru því með hugan við söguna mun lengur en það tekur að lesa hana. Þar sem að við vitum að lesendur er eins ólíkir og þeir eru margir, er líklegt að viðbrögð þeirra við bókmenntum sé ekki alltaf þau sömu. Vegna þess að sögur Vigdísar vekja jafnan mjög sterk tilfinningaleg viðbrögð og koma ímyndunarafli lesenda auðveldlega á flug, lék mér forvitni á því að tala við lesendur og biðja þá að segja mér hvernig brugðust við völdum skáldsögum Vigdísar og textabrotum. Og ég kanna meðal annars hvernig þekking lesenda og reynsla hafði áhrif á viðbrögð þeirra gagnvart bókmenntateksta, hvað í textanum vakti ákveðin tilfinningaviðbrögð,
hvort lesendur fyndu til samlíðina með persónum og eins hvort þeir gleymdust á stund og dyttu ofan í söguheiminn eða ekki. Og ég lagði sem sagt fyrir 4 rannsóknir en það leiddu margt forvitnilegt í ljós. Til að mynda kom fram að þeir lesendur sem höfðu menntun í tónlist brugðust allt öðruvísi tilfinningarlega við texta sem fjalla tónlist en aðri lesendur sem höfðu ekki tónlistarmenntun í farteskinu. Tónlistarmenninir létu til dæmis ýmsar líkingar tónlist fara í tauganar á sér því þær samræmdust ekki þeirra reynsluheimi á meðan að trufluðu alls ekki aðra lesendur, hjálpa frekar að lifa sinni í textan ef eitthvað var. Og þegar ég bað lesendur að lesa textabrot myndlist kom í ljós að myndlistamenn samsömuðu sig allir í listakonum sem sagt var frá í textabrotinu og þoldi ekki smáborgarahátt væntanlegs kaupanda á meðan þeir sem ekki höfðu lært myndlist samsömuðu sig kaupandanum og skildu vel að sá hinn sami léti sem honum þætti ákveð málverk listakonuna magnað þótt að væri ekki hinu raunverulega afstæða hans. Og þegar ég bað hóp kvenna að lesa bókina Stúlkan í skóginum og ræða við mig hana, kom til dæmis fram að þeir lesendur sem voru kunnugir formgerð fantasía áttu mun auðveldara með ferðalagið inn í söguheim bókarinnar heldur en þeir sem höfðu ekki lesið mikið af fantasíum. Allar rannsóknirnar sem ég gerði eru eigindlegar og byggjast ýmist á einstaklingsviðtölum eða hópviðtölum. En það mikilvægt að hafa í huga að í eiginlegum rannsóknum eru fáir þáttakendur og því tilgangurinn ekki að alhæfa niðurstöður frá úrtaki yfir á þýði eins og í megindlegum rannsóknum, heldur að fara á dýptina og öðlast nákvæmari skilning á persónulegri reynslu fólks og læra af henni. Þannig gefa rannsóknir mínar bara ákveðnar vísbendingar en ekki ætlað að alhæfa upplifun allra lesenda. En ég ætla samt að segja ykkur nánar frá einni lesenda rannsókninni. Ég bað 4 konur að lesa skáldsöguna frá ljósi til ljós og hitta mig síðan og ræða við mig bókina í hópviðtali og ræða hvernig þær brugðust við tilfinningarlega við sögunni. Og markmiðið með rannsókninni var einkum að fá innsýn inn í hvernig lesendur bregðast tilfinningarlega við heilli skáldsögu, hvort þeir finni til samlíðunar og eða hafi samúð eða samkennd með persónum. Mér gefst að vísa ekki færi á að ræða niðurstöður viðtalisins til hlítar hér í dag. Svo ég ætla að ræða heildara upplifun þáttakenda að lestrinum, einkum með tilliti til aðalpersónanna Rósu og Lenna. Og þá ætla ég líka að velta upp ýmsum vangaveltum hvers vegna konurnar 4 brugðust við eins og raun ber vitni og gera grein fyrir minni eigin greiningu í kjölfarið. Svo ég sem sagt að stefna saman ólíkum viðtökum á bókinni og kanna hvað líkt og hvað ólíkt. Nú ger ég ráð fyrir að þið hafi kannski ekki öll lesið skáldsöguna frá ljósi til ljós eða þá þið muni hana kannski ekki nákvæmlega. Svo ég ætla að lesa upp söguþráð verksins og rifja aðeins upp bókina fyrir ykkur. Og hérna getið þið séð ættartré úr bókinni, menn ég les upp söguþráðin. Sögð saga aðalpersónunnar Rósu frá fæðingu og þar til hún tvítugt. Móðir Rósu, Magdalena, deyr við barnsburð, svo Rósa elst upp hjá einstæðum föður. Þegar hún 10 ára ákveður faðir hennar, Lenni, að láta gamlan draum rætast og fara út í heim að leita konu, Rósu Cordove, sem hann fann mynd af og varð ástfanginn af sem barn. Barnið Rósa sett í fóstur til vinahjóna foreldra sinna, Róberts og Helenu, en upplifir þar annan missi því Lenni hverfur og líf hennar næstu 10 árin ef undanskilin fáin póstkort sem hann sendir henni með nokkra ára millibili. Lenni finnur ekki Rósu Cordove en hann finnur dóttur hennar, Flóru, sem starfar sem vændiskona og tekur saman við hana. Þegar Rósa 18 ára skilja Róbert og Helena. Rósa og Róbert fella hugi saman, gifta sig og eignast barn. Í lok bókar fer Rósa til Mexíkó að hitta föður sinn, sýna honum barnið sitt og segja honum frá sambandi sínu og Róberts. En áður en hún hefur upplýst Lenna föður barnsins, segir hann henni að Róbert sé raunverulegur faðir hennar. Lenni segir henni einnig að móðir hennar hafi beðið hann á dánarbeðinu að þegja yfir leyndamálinu, þangað til Rósa yrði nógu gömul til að skilja það og lofa að fara burtu frá Rósu þegar hún var orðin 10 ára, svo hann gæti átt jafnlangan tíma með föður sínum hún hafði dvalið hjá Lenna. Svo eins og þið heyrið þá gerist ansi margt krassandi í þessari bók. En þegar Frá ljós til ljós kom út árið 2001 þá var henni almennt vel tekið að gagnrýnendum dagblaðanna. Flestir bentu á að sagan væri bæði falleg og óhunaleg. Og við sjáum að til dæmis úr tilvitnun hjá Steinunni Ingu og hún segir: sagan virðist einföld og auðlæsileg við fyrstu sýn, textin ljúfur og sakleysislegur eins og Rósa sjálf,
en undir aldan þung. Frá ljós til ljós töfrandi saga, í senn heillandi og andstyggileg. Þessi tvöfalda afstaða sumpart í takt við upplifun þáttakanda í hópvitalinu, en flesti þeirra beindu þó sjónum sínum einkum af fegursögunar en ekki ljótleikanum. Og það áhugavert að skoða hvernig konurnar í hópvitalinu gera grein fyrir afstöðu sinni til verksins. Einni konunni var til dæmis tíðrætt fegur bókarinnar. Henni var sagan fallega skrifuð og allt í henni fallegt líka það ljóta. Í samtalinu sá hún oft hún hefði hrifist með vegna fegurðarinnar og sem fyndist sagan minnana á ævintýri. Tvær aðrar tóku gjarnan í sama streng, tengdu söguna við ævintýri og sögðust heillast af frásögninni vegna fegurðarinnar og ástríki persóna. En það var svolítið gaman að ein konan var alltaf ósammála. Hún hafði jafnan orðaði að sér fyndist frásögnin óraunveruleg, einkum persónur. Lenna sá hún til dæmis þetta: Hann svo ofboðslega góður pabbi. Það lekur af honum ástúðin, þolinmæðin og umhyggjan og svo hverfur hann og fer að búa með þessari melli í Mexíkó. Hún svo lík Rosa Cordova. Mér finnst hann svo óraunverulegur. Og bætti síðan við að hún hefði ekki vorkennt honum því að henni fannst hann ekki vera raunverulegur. Sama kona talaði líka umburðarlyndið í sögunni sem henni fannst alls ekki raunverulegt og var afar írónísk í málrómi þegar hún sagði þetta: Það rosalegt umburðarlyndi hjá öllum í þessari bók. Það var ekki slæm veröld ef allir væru svona umburðarlyndir. Jæja, pabbi minn, ég elska þig. Jæja, ertu að fara frá mér? Umburðarlyndið. Ég beið alltaf eftir í lokin að þetta væri allt lygi. Ekki þetta með hvernig mann hún væri, þar segir Rósa, heldur að hún vakna upp á geðdeild og læknirinn vektana, eða eitthvað. Það eru allir í bókinni góðir, ljúfir og elskulegir. Mér fannst það lygi. Tvær konur mótmæltu þessari skoðun með því að lýsa yfir að sagan myndaði frekar á fallegt ævintýri og endurtóku að þær hefðu hrifist með. Hin útskýrði þá að það sem sér fyndist óraunverulegast við samskipti persóna væri að vantaði allt sem gerist í öllum samskiptum, það einhver tíman reiði og það einhver tíman vonbrigði. Og hún útskýrði síðan afstöðu sína nánar þegar hún sagði þetta: Það bara svolítið með allar persónurnar í bókinni, að mér finnst þær svo hátt upp í skýjunum, að mér finnst þær ekki af holdi og blóði. Já, ég var alltaf að bíða eftir því að það kæmi einhver leiðrétting á þessu. Mér finnst þetta ekki vera fólk. Hinar viðurkenndu þá að sagan var ekki raunsæisleg en töldu enga síður að hún væri ævintýraleg og heillandi. Svo þetta var skoðanamunur sem var alltaf að koma upp í gegnum allt viðtalið. Þegar viðtalið var hálfnað þá spurði ég konurnar hvort þær hefðu vorkennt Rósu og í ljós kom að þær voru á báðum áttum. Ein sagði hún hefði ekki vorkennt henni sérstaklega því henni fannst Rósa vera svo sterkur karakter. Önnur tók í svipaðan streng, hún vorkenndi ekki Rósu því henni fannst hún alltaf hafa verið svo ánægð. En í lok bókar hefði hún reyndar vorkennt henni að hafa verið með föður sínum. Þriðja sagði að sér hefði fundist sorglegt að Rósa skyldi hafa misst móður sína en sagði svo: En svo finnst mér þetta allt saman voða loftkent, þannig ég tengist þessum persónum ekki, finn ekki til með þeim. Svo fjórða sagði að hún vorkenndi ekki Rósu og taldi ástæðan að vera hvernig frásögnin væri því hún áttaði sig vel á að Rósa gengi gegnum hræðilega hluti og hún fyndi stundum til með henni eins og þegar Eva föðursystir Rósu fremdi sjálfsmorðið. En sagði svo stuttu síðar: En bara sjálfur karakterinn, þetta ekki karakter sem að les bókinu og allan tíman vorkenandi henni, maður bara að heillast. Svo þið sjáið að konuna nefna sérstaklega að þessi frásögnin að kenna að þær vorkenni ekki Rósu. Undir lok viðtalsins voru konurnar spurðar að því hvernig fyndist sagan skrifuð og þær voru allar sammála að bókin væri virkilega fallega skrifuð. Ein sagði þetta: Mér finnst það einmitt hvernig bókin skrifuð sem gera hana svo flotta. Maður hrifst með og fær þetta högg í andliti í lokin. Og líka með Róbert, eins og þið segið, þetta misnotkun? Eða hvað þetta? En samt þetta svo fallegt og það finnst mér flottasta við bókina. Hvernig hún nær að gera textan svona fallegan og allt svona fallegt. En svo þarna bak við alls konar hlutir sem eru ekki eins fallegir. Sú sem hefði talað óraunverulega persónur samskipti sagði að sér fyndist eins og Rósa væri búin að vera að horfa í einhverja glansmyndabók og fullt væri að tragedíu á bak við þessa glansmynd, í rauninni linnuleysar tragedíur. Og það var greinilegt að orð hennar höfðu töluvert vægi því konurnar sem í upphafi viðtals höfðu hamrað á fegur textans tóku allar undir þau. Ein þeirra sagði:
Það sem kannski svo flott í þessu að það tragedía bak við allt þetta fallega sem í bókinni. Svo með öðrum orðum virti skoðun kvennanna hafa mótast í viðtalinu þannig að þær sáu betur sorgina, missin og sársaukann sem ef til vill hafði farið fram hjá þeim við lesturinn. Þegar ég spurði konur hvort þær hefði fundið fyrir einhverju ákveðni tilfinningu við lesturinn, svo þær svo ekki vera, en nefndu enn og aftur alla nema ein að sagan hefði myndar á ævintýri og þær hefði hrifist af verkinu. Svo það var svolítið athyglisvert að skoðun þeirra hafði ekki breyst frá upphafi viðtals þótt þær áttuðu sig betur á neikvæðum þáttum sögunar undir lokin. Og þetta kom sérstaklega fram þegar við tölum saman samband Rósu og Róberts. Sú sem hafði frá upphafi verið ósammála hinum fegurðina sagðist hafa orðið og yrði reið þegar hún talaði samband Róberts og Rósu. En hún sagði þetta. Ég gat ekki séð neitt fallegt þú hún var sem barn í kringum allt þetta, þá sko gat ég samt ekki séð neitt. Þú veist, druslu kall, einkona farin frá honum og hann liggur grenjandi og þá leggst hann með næstu, sem fósturdóttir hans. Einkonan var algjörlega sammála, en önnur sagði að þó sambandi hefði truflað hana, þá samt einhvern veginn væri búið að gera allt svo fallegt og nefndi enn á ný tengingu verksins við ævintýri. Sú fyrstnefnda hélt sinni skoðun til streitu og svaraði á þessa leið. Mér finnst þetta ekki ævintýri, mér finnst þetta glansmynd af horror. Þessi mikli munur á afstöðu að finna sagan annars vegar minna á ævintýri og hins vegar á hrollvekju fannst mér áhugaverðasta niðurstaða viðtalsins. Sumpart minna þáttakendur viðtalsins á lesendur Lolítu en samkvæmt frásagnarfræðingnum James Phelan skiptast lesendur þeirra bókar í 2 hópa. Þá sem falla fyrir frásögn Humberts og þá sem gera sitt til að streitast gegn henni. Hann telur að þeir sem streitist gegn sögunni setji siðferði skurhærra en fagurfræði frásagnarinnar og leggi sig því fram að falla ekki fyrir frásögnina. Og vera má að sama sé upp á teningnum hjá konunum í hópviðtalinu. Konan sem líkti sögunni við hrollvekju og fannst hún loftkend og lygi, gat ekki lifað sér í söguheiminn og samsama sig persónum vegna þess að hún gat annars vegar ekki sætt sig við þá ákvörðun Lenna að yfirgefa dóttur sína og halda mikilvægum upplýsingum leyndum fyrir henni og hins vegar að Róbert skildi byrja með fósturdóttur sinni. En ein spurningin sem vaknar þegar maður skoðar þessar niðurstöður hvað svona fallegt í sögunni og hvers vegna tengja lesendur hana sífellt við ævintýri. Til að útskýra það gott að sækja til skemakenningarinnar. En eins og Berglind Sofía Kristjánsdóttir hefur skrifað gerir kenningin ráð fyrir að skemun séu þekkingar formgerðir sem menn hafa tileinkað sér í tilteknu samfélagi á tilteknum tíma. Þau eru litlar formgerðir sem þekking fólks felld í, til dæmis uppskriftir eins og að taka strætóskemað. Við vitum bara reynslulega hvað við gerum þegar við tökum strætó, það ákveðin röð atvika. Og bókmenntagreinar eru eins og heilu skemasöfnin sem sérhver höfundur sækir óspart til, jafnframt því sem þau ákvarða hverju lesendur eiga von á andspænis textanum sem þeir eru að lesa. Þegar fólk les til dæmis ástarsögur á það von á að sagan hverfist ást tveggja einstaklinga, þar sem markmiðið að sagan endi vel og elskandunir nái saman að lokum. Sagan frá ljós til ljós lituð ástinni, en ýmsum aðferðum beitt til að fá lesendur til að lesa söguna og hugsa hana sem fallega ástarsögu. Og til dæmis má nefna markvissa notkun á ákveðnum orðum, umræðuefni persóna, lýsingar á þeim og formgerð sögunar. Orðið ást kemur til að mynda mjög oft fyrir í sögunni og til dæmis það gjarnan hluti að kaflaheittum bókarinnar. Og hérna ég búin að lista upp nokkur kaflaheiti, sjáu þetta, ástardraumar, ástarspjall, viðbrögð ástarinnar, að elska og svíkja, ástin og draumurinn. Persónur, það tala líka gjarnan ástina sjálfa og allt það jákvæða sem að henni fylgir. Róbert, hann segir til dæmis að ástin sé kjarnorka hugans, drifkraftur líkamanns og það dásamlegasta í heiminum. Það sem gæti orkað óþægilega líka iðulega fellt inn í fagran búning með hjálp orðræðu ástarinnar. Til dæmis kallar Lenni leyndarmáli sem hann upplýsir Rósu fallegt ævintýri. Og raunar eru orð eins og ævintýri, draumar og töfrar gjarnan nefnd í sömu andrá og orðið ást, en stöðug endurtekning þeirra leiðir þangagang lesenda, sérstaklega ástinni og fegurð hennar. Og síðan skiptir líka máli að persónur ræða mjög mikið ástarsambönd sín á milli. Ástin, hún skín líka af lýsingum persóna hverri á annari,
en lýsingarnar eiga það sameiginlegt að vera ofboðslega jákvæðar og fallegar og tengjast einatt ástinni eða ævintýri á einn eða annan hátt. Rósa er til dæmis sögð vera barn kærleikans og nafnina sagt litað ástinni, sé eins og blóm ástarinnar, ástin sjálf, blóðið og allir mögnuðustu töfrarnir. Lenni kallar Rósu Cordova bæði draumaprinsessuna og álfadrottninguna og Rósu finnst Róbert vera fallegasti maður í heimi og segir að hann sé bestur. Eins og heyra má eru ástin og fegurðin í brennidepli í lýsingunum. Lýsingarorðin og svo staðreynd að þeir eru oft notið í efsta stigi undirstrika fegurðina og ástina sem ríkir í söguheimi persóna og eiga vafalaust þátt í að lesendur telja texta verksins iðulega fallegan og heillandi. Ofgnótt jákvæðra lýsingarorða veldur því að túlka mætti persónu lýsingarnar sem íroníu en vegna umgerðar sögunar, umræðu efna persóna og orðræðu ástarinnar virðist upplifun lesanda ekki vera svo að frásögnin sé íronísk, að minnsta kosti ekki ef við miðum við skoðanir kvennanna í hópviðtalinu og skrif gagnrýnenda bókina. Birtingarmynd ástarinnar í sögunni er margvísleg en miðlæg er ást Lenna á Rósu Cordova. Þóttu hugmynd Lenna hljómi galinn að hann geti farið út í heim og fundið konu sem prýðir mynd sem hann fann sem barn, gifst henni og lifa hamingjusamur til æviloka, er ekki ólíklegt að margir lesendur samþykki þá hugmynd, eins og reynar sýndi sig í hópviðtalinu. Staðreyndin er svo að fólk hefur í kollinum viss skemu fyrir ástarsögur og í einum vestræna heimi er dæmigerðin fyrir þær líklega Hollywood kvikmyndir. Þó margir spila inn í slíkar sögur er grunnfléttan nær ætíð svo sama. Strákur heitir stelpu, miskilningur á sér stað milli stráks og stelpu, strákur fær stelpu. Ástasagan fjallar sína mestum hvernig elskendunir yfirstíga hindranir til að fá að vera saman. Þessi hugmynd byr undir báða vængi í tengslum við ást Lenna á Rósu Cordova. Það er í öðrum kafla bókarinnar sem sagt er frá því að Lenni hafi verið 10 ára þegar hann fann myndina af Rósu. Fundurinn hefur djúpstæð áhrif á líf Lenna því Rósa verður tálsýna hans ástina, konan sem hann miðar allar aðrar konur við. Í kjölfarið er svo að sjá sem Lenni lesi sjálfan sig inn í eina hefðbundna ástasögu. Hann er annar elskandinn, hindrunin verður leitin að Rósu en í lokin munu þau ná saman. Og í hugans virðist ekki leika vafi á að Rósa muni elska hann eins og hann elskar hana, enda höfnin ekki til staðar í sönnum ástasögum. Frá ljós til ljós skiptist í 3 hluta en nöfnin á þeim, að elska, að leita og að finna, íta líka undir að lesendum finnist hinn hefðbundna ástasögu formgerð einkenna söguna. Kaflaheitin kallast nefnilega á við hina fyrrnefndu grunnfléttu ástasögunar. Vegna allra vísbendingana að frá ljós til ljós sé ástasaga er líklegt að lesendur trúi óvitandi að þrá Lenna rætist. Þess vegna er það líka auðveldara með að fyrirgefa Lenna að hann skuli segja skilið við einhverdóttur sína því allt er réttlætanlegt fyrir ástina. Allar þessar aðferðir sem ég hef talið upp íta undir að lesendur lesi frá ljós til ljós sem ástarsögu og fyrir vikið leiði hjá sér þjáninguna, sársaukann og söknuðinn sem Rósa upplifir að því að alast upp án móður og hluta til án föður, að þeim finnir sjálfsagt að Lenni láti óraunhæfan draum rætast og þeir leyfi sér að heillast að ást Róberts og Rósu og láti fyrir vikið tengsl þeirra liggja á milli hluta. Þegar líða tók á samtalið í rannsókninni og allar konunnar höfðu betur áttað sig á sársaukanum sem Rósa fann fyrir, stakk þar mest brotthvarf Lenna og hann skildi ekki vera hreinskilinn varðandi uppruna dóttur sinnar. Þær töluðu að hann væri draumóramaður og sjálfselskur og að leitin hlyti frekar að vera tákgræn en raunveruleg, þar sem að sú gjörð ætla að fara til Suður-Ameríku að leita einhverju konu gengi ekki upp. Þær töldu sem sé að Lenni væri frekar að leita stóru ástinni og finna einhvern annan tilgang í lífinu en Rósu litlu. En hver er ástæðan fyrir ferðalagi Lenna? Ég held að hún sé hvorki draumórakennd eða sjálfselska, heldur besta dæmið í sögunni hvernig horror og fegurð blandast saman í eitt. Gjörðina tel ég nefnilega vera eitt af fallegst í sögunni, þótt áhrif hennar kunna vera það hræðilegasta. Lenni er margsagður hvers vegna hann kýs að halda út í heim en greinum á 3 ástæður fyrir brotthvarfi hans. Í fyrsta lagi segir hann Rósu að það hefði alltaf blunda með honum að takast á hendur langt og mikið ferðalag, en það kostaði hann þá fórn að hann yrði að fara í burtu frá Rósu sem hann elskaði meir en morgundaginn og sólina sjálfa. Hann væri nefnilega knúinn til að fara til Santa Fe og spyrjast fyrir konuna sem hann hefði alltaf þráð þótt á því yrði nokkur hlé meðan Magdalena lifði.
og segir henni síðan að eitt kvöldið hafa hann heyrt fyrir sér orð Magdalenu sem hefði hvatt hann til að gefa sér og Rósu 10 ár saman en fara síðan og leita að Rósu Cordova. Þessi ástæða orkar auðvitað glórulaus, ekki síst vegna þess að Rósa hefur nú þegar mist eitt foreldri. En hvíta Línas Lenna verður skiljanlegri í sögulok þegar hann varpar hulunni að leyndarmálinu og gefur leið upp raunverulega ástæða þess að hann fór frá Rósu á sínum tíma. Hann hafði lofað Magdalenu á dánarbeið hennar að leyfa Rósu að eyða jafnlöngum tíma með Róberti einum og þeir Rósa höfðu átt saman. Við uppljóstrunina veit Lenni ekki að Rósa og Róbert eiga barn saman en því hefði hann getað afstýrt ef hann hefði upplýst leyndamálið áður en hann fór. Lenni kallar leyndamálið dálítið fallegt ævintýri. Orðanslega hugan að spurningunni hvort sannleika sé að ræða eða hvort þetta sé saga sem Lenni að spinna tilraun til að skýra á rökréttan hátt hvers vegna hann yfirgaf Rósu 10 ára gamla. Ef leyndamálið satt, hljóta lesendur að velta fyrir sér hvers vegna Lenni sagði Róbert ekki frá því áður en hann fór og jafnvel hvers vegna hann dvaldi ekki á Íslandi og tókst á við vandamálið í samvinnu við Róbert og Rósu. En einnig má velta fyrir sér hvort leyndamálið hafi verið megin ástæða þess að Lenni fór en að öðrum ástæðum en hann gefur Rósu upp. Þriðja ástæðan gæti nefnilega verið sú að Lenni fer vegna þess að hann hræðist það sem gæti mögulega gerst ef hann héldi áfram að umgangast Rósu. Ýmsar vísbendingar eru gefnar hann elski hann á annan hátt en faðir á að elska dóttur, en slíka ástæða menn sjaldnast opinskátt og því hefur Lenni séð þann kost vænstan að yfirgefa Rósu og koma þannig í veg fyrir óæskilega hegðun að sinni hálfu. Í sögunni segir að Rósa líkist mömmu sinni svo mjög í einu og öllu að hann, það er að segja Lenni, þurfti stundum að líta tárfellandi undan. Já, svo líkar voru þær mæðgunar að það var nánast ekkert í fari Rósu sem myndi á hann sjálfan. Lýsingin er vísbending að Rósa er ekki líffræðileg dóttir Lenna og staðfesting á hversu mikið hún minnir hann á Magdalenu og hversu mjög hann saknar hennar. Líkindin með mæðgunum ýta undir að Lenni finnur til sömu tilfinninga í garð Rósu og hann fann til Magdalenu. Í kaflanum Erfitt að segja satt segir Lenni Rósu frá fyrirhugari brottför sinni. Kaflaheitið er vísbending að Lenni muni ekki vera hreinskilinn. Lýsing á líkamsástandi Lenna í kaflanum bendir til þess að honum líði illa en þar segir þetta. Hann hafði sjaldan verið jafn þungstígur, hafði líka andað ótt og títt, kyngt oft eins og munnurinn á honum væri yfir fullur af munnvatni en loks hrutu orðin af vörum hans. Ég verð að fara í ferðalag, ég verð að fara í burtu. Og í kjölfarið hvíslar hann, nú ertu orðin 10 ára Rósa mín. Rósa er jafngömul á Lenni þegar hann fann myndina á Rósu Cordova og hann reis hold í fyrsta sinn. Svo hluti ástæðunar að hann kýs að fara kann að vera svo að Rósa sé orðin eða sé að verða kynþroska. Í næsta kafla lýsir líðan Lenni sinni eitt kvöldi þegar hann sat í rökkrinu en þá var eins og eldur logaði skyndilega í brjóstans, logaði og brynja miklum ofsa, eins og dregið væri frá augum hans, eins og allt fengi nýja rödd, eins og allt talaði til hans. En hann segir Rósu að þráin og ástríðan hafi kveikt þessa geðshræringu, enda hafa hann fengið ærandi hjartslátt, byrjaði að ganga gólf, þramma gólf, þangað til hann varð lafmóður. Líkamsástandi tengir hann þörfinni að fara og finna Rósu Cordova, fara og finna ástina. Hann segir það ekki berum orðum, en ljóst er að hann hefur verið heltekinn af lost á þrá og því má túlka ákunnast þannig að návist við Rósu sé of mikil freisting, hún er of lík Magdalenu. Síðar í sögunni kemur fram að nokkru áður en Lenni tilkynnir Rósu ákvörðun sína, brýna hann fyrir henni að njóta lífsins, en þá er aftur í að yfirvofandi hættu þess að Lenni mun ekki ráða við sig í nærveru Rósu. En í sögunni segir þetta. Hann var líka glaður á meðan hann talaði, enda var þetta áður en hann sá sig knúinn til að yfirgefa hana, áður en hann fekk fiðringinn í fæturna, vindinn undir vængina og hinn miskunnarlausa þrá rakan af stað í ferðalagið, áður en, já, áður en, ... Bæði endurtekningin áður en og þrípunkturinn gefa fyrirheit hvað geti gerst ef Lenni dvelur á Íslandi. Hann veit það sjálfur og hann elskar Rósu og mikið til að taka sénsinn. Ástæða þess að Lenni yfirgefur Rósu er sú að hann gerir allt fyrir ástina, en að vísu ekki fyrir ástina á Rósu Cordova, eins og reyndir að telja lesendum trúum, heldur fyrir ástina á Rósu Lennadóttur. Líta má svo á að ákvörðun Lennar sé fyrst og fremst af siðrænum toga, en í sömu mund kann hún einnig að vitna flótta og hann sem meðvitaður að hafa kenndir sem eru fyrirlitnar. Í sögunni er að finna fleiri vísbendingar óæskilega ást Lenna á Rósu en ég þegar talið upp.
Fyrir að fyrsta má nefna að Rósuna tvær renna stundum saman í huga Lenna. Hann skýrir dóttur sína eftir Rósu Cordóvu, en strax í upphafi bókar kemur fram að Lenni telji Rósu yngri vera barn kærleikans og sagt frá því að Rósa hafi haft ákveðnu hlutverki að gegna og þyrfti þess vegna að sinna af alúð þeirri náttúru sem bæði nafnið og lífið kröfðana Þótt hlutverkannar sé ekki útlistað sérstaklega, má vel gera sér í hugarlund að Lenni sjá dóttur sína einhver reyti fyrir sér í hlutverki nöfnennar. Í huga hans Rósa eldri, holdgerfingur ástarinnar og hinn fullkomna kona, en í krafti ímyndrafsins hefur hann eignað henni ýmsa kosti og eiginleika sem honum finnast eftirsóknarverðir. Dóttir hans elst upp við þessa dýrkun og reynir því í sífellu að standa undir nafni og væntingum fólksins í kringum hana, þó sér í lagi Lenna með því að vera alltaf góð manneskja. Þegar Lenni hefur verið 8 ár á ferðalaginu, sendir hann dóttur sinni bréf og segir henni frá lífi sínum og leitinni síðustu árin. Bréfið hefst á þessum orðum. Elsku Rósa mín litla, eða Rósíta, eins og ég myndi segja við þig ef þú væri hérna hjá mér. Rósíta. Hversu oft hef ég ekki hvíslað nafnið þitt? Í bréfinu ávarpar Lenni Rósu alls 27 sinnum með því að kalla hana Rósítu. Nafni Rósíta hljómar líkt og frægt nafn úr bókmenntasögunni, Lolita. Hljómtengslin með nöfnunum, endurtekningin á nafninu Rósíta í bréfinu og svo staðrind að það skuli vera Lenni sjálfur sem kalla Rósu þessi nafni, ýta undir að lesendur sjá Rósu fyrir sér í hlutverki Lolítu, stúlkunar sem að fóstuföður sem heltekinn af henni. Textatengslin við skáldsöguna Lolítu eru annars margþætt. Fyrir að fyrsta speklar samband Rósu og Róberts, samband Lolítu og Humbers, því þegar samband þeirra hefst vita personur og lesendur ekki betur en að Róbert sé fóstuffaðir Rósu. Í skáldsögunni Lolítu reynir sögumaðurinn Humbert að stýra lestri lesenda þannig að þeim finnst Lolíta vera sú sem tælir hann. Svipustýring er í frá ljós til ljós þegar samband Rósu og Róberts á hlut. Lesendur fá að skyggnast inn í huga Rósu en ástinnar og Róbert eru opinberuð þegar hún er enn barna aldri, bæði út frá hugsun hennar og samræðum við aðrar personur. Og þar með ýtt undir að lesendum finnist sem Rósa hafi allt frá æsku haft augastað á Róbert. Tengslin við Lolítu koma einnig fram þegar ljóst að Lenni er ekki líffræðilegur faðir Rósu, heldur fóstuffaðir hennar, en þá rímar ást hans á henni við ást Humbers á Lolítu. Orð Lenna í upphafi bréfsins sem ég las áðan, það er að myndi kalla Rósu Rósítu, væri hún hjá honum, er líka enn ein vísbending að ef þau væri návist hvers annars geta hann þráð að samband þeirra væri á öðru tagi en samband milli feðgina er alla jafna. Vegna þess að sagan er sett inn í ævintýraheim getur blekkingarnar orðið til þess að lesendur trúi því að frá ljós til ljós sé eingöngu falleg saga þegar undir niðri kraumar sifjaspell og ef til vill kynferðisleg áreitni Lenna við fósturdóttur sína. En reyndar er vert að hafa í huga að hryllingurinn er líka hlut af ævintýrinu en vegna ákveðina ástarskema virðast flestir þátttakendur rannsóknarinnar leiða þann hluta verksins hjá sér. Frá ljós til ljós er ástarsaga en þó að öðru tagi en við eigum að venjast því í henni sýnt svo vel hve flókin og margvísleg ástin getur verið og í hvað áttir hún getur beinst. En vegna þess hvað sagan er margslungin og lýsingar gjarnan ísmeygilegar er greinilegt að lesendur upplifa söguna á ólíkan hátt. Í viðtali við Heiðu Jóhannsdóttur segir Vigdís að Lúna vinkona Rósu túlki sögulokin í málverki og bætir við. En við verðum að athuga að það er hennar málverk og hennar túlkun. Það verður hver og einn lesandi að búa til sitt málverk söguna. Og vonandi sýnir þessi umfjöllun mín misjöfn viðbrögð þáttakenda, gagnrýnenda og sjálfar mín einmitt það, eða með öðrum orðum að skáldsögur eru alltaf aðeins að hluta til eftir rithöfundana sjálfa. Það er ekki síst viðtakandinn, viðbrögð hans, ályktanir og vangaveltur sem er þátt í að skapa niðurstöðuna. Og fyrir vikið lifir hver saga í fleiri gerðum en fólki grunar. Sama saga getur sem sé verið falleg ástarsaga í anda Hollywood og hryllingssaga sem vekur anstig eða jafnvel blanda af báðum gerðum. Og kosturinn við að gera svona eiginlega rannsókn er kannski frekar sá að það má fá upplýsingar hvernig ólíkt fólk tjáir reynslu sína að lestri skáldskapar og þá er hægt að gera sér hugmyndir hvernig skáldskapurinn áreitir vitsmuni fólks og ímyndunarafl og tilfinningar. Og það sem er líka svo gaman er að viðbrögð þáttakenda í rannsóknum að þessu tagi eru kannski oftar en ekki á skjön við niðurstöður þeirra sem eru menntar í bókmenntum, en með því að skoða ólíkar skoðanir og skilning verðum við kannski nokkru nær áhrif og viðtökur bókmennta en fyrr. Takk fyrir.
Já, einmitt. Gengið. Herri, takk hérlega fyrir. Þetta var æðislegt. Herri, við höfum, býtum við, klukka, við höfum 19 mínútur til umræðu. Og ef fólk með spurningar úr sal, þá erum við rosalega spennt að heyra þær. En annars ég alveg með spurningar, sko. Heyriði, mér langaði samt sko svona bara fyrst kannski að spyrja þig bara svona aðferðafræði. Hvernig, bæði sko hvernig valdirðu viðmælendur til þess að tala við og varstu með eitthvað svona greiningu á stétt og stöðu og okkur svoleiðis, hver svona bakgrunn fólksins var og og svo líka kannski sko þegar þú tala við þar, varst eitthvað til þess að þú ert að spyrja út í samlíðan og samkennt og okkur svona dót. Ertu að mata þær eða ræða eitthvað við þær nú ég að gera ráð fyrir þetta sé allt konur líka, fatta ég núna, varst eitthvað að ræða við þær eðli þessar hugtaka og greinamunin á þeim, sko, varst eitthvað svona það eitthvað sem svona fór inn í dialóginn? Já, takk hérlega fyrir þessar spurningar. Það var svolítið misjafnt eftir rannsóknum hvernig ég fékk þáttakendur til mín. Eins og í þessu hópviðtali þá auglýsti ég eftir fólki á Facebook og það var svona auglýsing sem gekk víða og það var bara fólk sem bauð sig fram til að taka þátt sem voru bara lestrarhestar og þá var ég ekkert sérstaklega að velta fyrir mér einhverjum svona breytum eins og aldri eða kyni eða menntun. Reyndar voru það frekar konur sem tóku þátt, hefðu meiri áhuga. Það ætlaði einn kall að vera með okkur en hann þurfti að hætta við sem ég var mjög svekkt. Það hefur rosa gaman að fá hans afstöðu. En þegar ég var að kanna hvernig listamenn brugðust við textabrotum sem fjalla annars vegar myndlist og hins vegar tónlist, þá beitti ég svona snjóbolta aðferð. Þar að ég hafði samband við einn myndlistamann sem benti á annan myndlistamann sem benti á annan myndlistamann og eins með tónlistamennina. Og varðandi, samlíðan, samkennd og það samúð. Já, það svolítið svona greinamunur á þessum hugtökum. Samlíðan merkir að finna það sem annar finnur. Getur bæði verið sko tilfinningarlega en líka vitsmunalega að skilja hvernig öðrum líður. Og samúð meira að vorkenna einhverjum og samkennd að fylla svona jákvæðar tilfinningar og vilja hjálpa einhverjum að líða betur. Og ég var ekki að kannski útskýra þessi hugtök, heldur sagði ég kannski frekar vorkenndi þér Rósi. Gátu þið sett ykkur í spor Rósu eða langaði ykkur til að hjálpa Rósu. Frekar þannig. Og ég reyndi eins og ég gat að halda mínum skoðun tilbaka. Ég var ekki að spyrja þau eitthvað svona, já, sáu þið Sifjaspell í sögunni, eitthvað þannig, alls ekki. Svo það var kannski frekar. Takk fyrir sérlega skemmtilega fyrirlestur og ég mæli með bókin, ég er búin að lesa hún þannig. Sko ég er búin að velta því fyrir að mér var svo gaman að sjá, sko þegar maður lest bókina og bara núna á fyrirlesturinn að hvernig samtal og maður hefur upplifað þetta sjálfur, sko að það ekkert skemmtilegra finnst mér þegar maður les einhverja bók en að eiga í samræðu við einhvern hana því sko þessi samræða hún getur algjörlega fengið mann til að hugsa bók og nýfka skilninguna sko svona og það sem mér finnst svo gaman að sjá í þessum rannsóknum þínum hvernig í raun samtal kvennanna nýfka líka sko skilning þeirra á bókinni þó að þær haldi svona í grunni líka svolítið í sína skoðun en það samt þetta nýfka skilning þeirra. Má ég spyrja það með? Fannst hér sko að því nú að mann stúkun að lesa bókina tegur síðan þessi vitur, fannst þér á einhvern hátt sko þessi samræða sem þú áttir í við þessa sko í þessari rannsókn, fannst þér dýrka þinn skilninga á bókinni? Já, algjörlega. Mér fannst það. Getur endur þykir spurninguna? Já. Hún var svolítið löng. Spurningin þess að í grunninn fannst þér viðræðan við hópinn breyta þínu eigin skilningi á? Já, dýpka. Já, mér fannst hún gera það. Því að hún líka sýnir manni hvernig hægt að sjá bókina frá mörgum ólíkum sjónarhornum. Bara algjörlega. Og fannst það bara, já, mjög gagnlegt. Og það einmitt líka svo skemmtilegt sko þegar maður í samræðum við, einmitt eins og þú segir sko, að skilningurinn dýpkar. Ég get líka alveg ímyndað mér ef þær hafa svo lesið bókina aftur að þá sjá þær líka nýja hluti í kjölfarið. Og ég veit að sumum þeirra langaði til þess að gera sérstaklega þegar ég var með hópviðtal Stúlkuna í skóginum sem svona frekar flókin bók eftir Vigdísi sem
margir ólíkir heimar í. Já, sko bókin kom út 2001 og þess vegna kannski ekki skrítið að fólk hafi ekki endilega áttað sig á þessum hlutum. Og mér finnst sko, þessi bók minna mig mjög mikið á Lolita, bara hún sé ennþá ísmeygilegri. Af því að þetta er svo ótrúlega falið í þessari fallegu orðræðu og Vigdís svo mikið að stýra okkur í að sjá þetta sem ástarsögu. Og það hefur hún reynda gert áður. Við sjáum líka í ég heiti Ísbyrgi og ljón, þar nauðgunarbarn og það alltaf að tala ævintýri og sjá stjörnur. Svo að þetta eitthvað sem hún hefur gert áður sko. En ég fór ekki í það að segja þeim mínu skoðun á bókinni, varðandi Sifjaspell. Ég bara lét þetta svona fara á milli. Þeim fannst óþægilegt að hún væri með föður sínum, en það verður samt ekki svona, það var ekki óþægilegt að þannig, það var ekki neikvæðar tilfinningar sem komu upp sko. En það er kannski líka að því að það er svo, ég gerði þessa rannsókn held ég minni 2016 eða 2017, allan áður en að MeToo-hreyfingin kom sko. Og svo var svolítið gaman að ég var að kenna þessa bók í fyrra, í námskeiði. Og þá vorum við með að ræða þetta. Og þá var ég með stráki í bekknum sem sagði að hann hefði orðið svo ofboðslega reiður þegar hann las þessa bók vegna þess að hann fór að googla. Og hann sá að gagnrýnendur höfðu aldrei talað þetta, kynferðislega ofbeldið. Og en þá held ég líka að tíminn skiptir svo miklu máli þegar við erum að lesa bókmenntaverk að núna erum við orðið miklu læsari á svona orðræðu heldur en áður. Betur í að taka eftir vísbendingum heldur en fyrr. Svo ég held að það skiptir líka máli. Varstu í einhverju samtali við höfundinn og meðan þú varst að þessu eða heldur því alveg? Ég ákvað að gera það ekki sko. Já, ég skil það vel. Já. En eftir á eða? Já, ég hef alveg verið í samskiptum við hana, já. Ég er með það. Þú með hana? En svo líka reynda kannski eitt, ég má nefna, að því að þetta er fyrsta bók í þríleik. Svo kemur sem sagt bók nr. 2 sem segir frá Lenna syni Rósu og þar höfum við líka svona vafamál hvort það sé líka Sifjaspell, hvort að amma sé að káfa á barnabarni. En það er miklu óljósara, en það er samt svolítið forvitnilegt að sem sagt í 2 bókum takjum bæði fyrir stelpu og strák. Mér finnst sko eitt sko með og þú talar þetta samspil sko ævintýris og hryllingsins en mér finnst langaði líka að spyrja kannski meira þetta með það sem segir sko með íroníuna og tengst sko íroníunar og þessar svona ofgnótt svona jáyrða og sem sagt hvað galdur það eiginlega að vera með svona algjör ofgnótt og við lesum það frekar sem ævintýri heldur en sem íroníu. Já, ég held bara að segja að því að orðan öll svo falleg, það einhvern veginn allt bara gerð svo fallegt. Ég veit ekki okkur að fólk horfur þetta ekki sem íroníu, það bara einhvern veginn. Það ekki líka sko að því að það tengir alveg, en það les frásagnir af tveimur sko, eða 2 frásagnir af sama sko, bara atburði eða einhverju málefni. Önnur neikvæð og því sko nota jákvæð sko, þetta bara á þess að maður ætli sér það. Þá hefur þetta áhrif á sko, hvernig maður túlkar þetta í þessum ástæð. Þetta er svo merkilegt og þetta er svo ísmeygileg frásögn, þetta er svo flott hjá hún Vigdísi þegar hún nota bæði fram ástarsöguna og sína alls þessa orðræðu, algjörlega heimir mann bara út í móa. Já, hún bara alveg stýrir lestrinum sko. Hún náttúrulega alveg æðislegt sko. Þess er svo gaman líka að lesa þína túlkun sko, þegar hún kemur með sko líka sýnir sko hvernig þetta bæði í raun hryllingur og svona hvernig það ástin getur verið flókn. Já, og sko það sem er líka hjá Vigdísi, hún hefur þetta ræktað þátt hryllingsins í ævintýrinu mjög mikið í verkunum sínum. Og það getur við alveg bara, það er bara gegnum gangandi í bókunum hennar. Mætti til dæmis nefna Stúlkuna í skóginum, sem er líka svona ævintýri með hryllingi.
kannski bara sér. Já, á þess að hérna? Já, hún bara algjör snilld. Það var bara hönnuðurinn sem að gerði þetta, hún Helga Gerður Magnúsdóttir, bara ótrúlega flott, ég hafði ekkert þetta að segja og já, gerir það nefnilega svolítið. Svo veit ekki hvort þið sjáu það, en það líka sko svona stjörnur sem að skína, sem ég fann svolítið skemmtilegt og já, einmitt, svona margþætt sko. Ég sá strax að þetta var vildisku. Já. Má ég koma inn í lokin svona? Já. Og þegar þú talar og byrjar svolítið að tala ímyndun og hvernig við svona leggjum til og mér svona sko fyrsta skilur sem mitt eftir í hug núna svona ennþá ofalega í hug sko þegar leikritið framhaldsleikritið Harry Potter var gert Já. og þau fengu svarta konu til að leika sem Hermione sem í kvikmyndum með leikina hvítri konu og þetta valdi svona olli miklu musla en svo var tekið fram að það raun og aldrei tekið fram húðlitur stúlkunar í bókunum og margar konur komið fram líka og sögðu að það hefði raun og verið tengt og ímynda sér hana sem svarta þegar það voru að lesa þegar það varst kannski ekkert endilega bara í þessu en bara svona almennt í rannsókninu rakst á okkur svona fleti þar sem það voru bara sko svona himinn og haf milli ímyndunarfólks á karakterum eða framvindu sögurnar eða eitthvað svoleiðis. Nei, kannski ekki beinlínis, en þetta auðvitað bara rosalega algengt. Ég held að það þekki þetta bara allir að vera með einhverju sem mynda einhverju persónu í hausnum og vera sem brjálaða þegar þið sjá leikritið eða kvikmyndina. Það bara eitthvað sem alvanalegt sko. Og einmitt alveg gott dæmi með Hermione því að það líka sagt einmitt í bókinu hún með svona strítt hár sem líka alveg sem svona já, sem alveg myndi passa sko. En nei, það kom það kannski ekki beint fram í mínum rannsóknum. Það var meira að fólk sko samsamaði sig ólíkum persónum og þar með fóru ólík eins og þegar ég var með myndlistamennina, það var svolítið skemmtilegt að það var sagt frá listakonu sem búið að mála eitthvað málverk sem mjög svona svakalegt og svo kemur þessi kaupandi sem kona og henni finnst þetta málverk bara hræðilegt, bara ógeðslegt, hún myndi aldrei vilja kaupa en hún alltaf þykjast og segja bara já, hvað þetta er fínt, já, hvað þetta er áhrifaríkt og þá voru einmitt sko listamennir sem þoldu ekki þessa konu og voru rosalega í tönu á þeim, eins og ég sagði á þarna og hinn samsömuðu sig kaupandinn og bara guð hvað ég skil hana vel, þetta er nákvæmlega sem ég myndi gera þykjast hafa áhuga þó ég hafa hann ekki svo það var kannski meira bara þannig sem kom upp hjá mér en ekki að fólk væri með gjör ólíka ímynda sömu persónu sko en já þá bara köllum við þetta gott. Þá vil ég bara þakka þér kærlega fyrir fyrirlesturinn og ykkur fyrir komuna. Ég vek athygli á fyrirlestararöð RIK, næstu fyrirlestararöð sem hefst á næsta misseri, en yfirskrift hennar er Hinsegin Ísland í alþjóðlegu samhengi og nánar upplýsingar má finna dagskrá RIK má finna á heimasíðu stofnunarinnar rik.hi.is. Upptaka þessum fyrirlestri og öllum öðrum fyrirlesturum í þessari röð má finna á YouTube-rás Hugvísindasviðs og heimasíðu RIK. Ég vil bara þakka ykkur kærlega fyrir komuna og gleðilega hátíð.